Nafn Steingríms Njálssonar ekki á dyrabjöllunni í fjölbýlishúsinu í Reykjavík þar sem hann býr. Steingrímur fæddur á Siglufirði 21. apríl 1942 og ólst þar upp fram á unglingsár. Faðir hans var Njáll Sigurðsson en móður sína, Hólmfríði Eysteinsdóttur, missti Steingrímur þegar hann var 2 ára gamall. Steingrímur féllst á að veita viðtal gegn því að andlit hans yrði skyggt. Á uppvaxtarárum Steingríms snerist daglegt líf á Siglufirði að miklu leyti síld. Hann var 11 ára þegar hann fór að taka þátt í síldarævintýrinu. Ég get nú alveg að kalla þetta ævintýri vegna þess að þetta var nú bara heitubett þrældómur. Og þegar verið að tala núna eins og hvað að segja, hverja vestan með helgi þá var alltaf verið að halda upp eitthvað síldarævintýri. Ég var ekki varinn ævintýri. Það var bara þrældómur, eitt annað þrældómur. Þeir sem ólust upp með Steingrími segja að hann hafi snemma orðið útundan í krakkahópnum. Hann hafi ekki komið út að leika á kvöldin og ekki fallið inn í hópinn. Steingrímur lauk ekki skyldunámi. Fósturforeldrar Steingríms fluttu suður þegar hann var 13 ára og hann með þeim. Steingrímur kom hins vegar aftur á Siglufjörð til að vinna þar á sumrin. Hann keypti sér trillu þegar hann var tæplega 20 og réri í 2 sumur. Tómas Jónsson fór í sjóferð með Steingrími og gleymir henni seint. Þegar ég var nú drengur á Siglufirði, svona upp úr 1960-61, þá hef ég verið svona 8-9 ára gamall. Þá var ég ásamt frænda mínum sem var í heimsókn hjá mér að sníklast niður á bryggju, niður á bátabryggju. Og þá sjáum við mann þar í lítilli trillu, opinni trillu. Og ég man nú ekki hvernig það þróaðist en við fórum að tala við hann og hann var hinn almennilegast og spurði hvort við værum ekki til í að koma með honum og sigla fjörðinn sem að við þáðum náttúrulega því að það var ekki svo oft sem maður fékk sem strákur að fara út á sjó og svo við sigldum af stað og út fyrir Hafnarbryggju og út á miðjan fjörð út að Vita sem á miðjum firðinum og þetta var voða spennandi og gaman en þegar við komum svona í átt að Vitanum að þá drepur hann á mótornum og við það svona eiginlega turnast hann gjörbreytist í fasi og skipar okkur að taka hann út og við vorum náttúrulega smá strákar og vissum ekki hvað hann átti við og hann svona varð mjög æstur og skipa okkur að fara úr buxunum og við náttúrulega gerðum það ekki og þá var hann ennþá æstari og sagði ég velti bátnum ef þið gerir ekki það sem ég segi og þá fórum við nú að kjökra og hann byrjar að rugga bátnum og við erum nú ansi skelkaðir og byrjum að grenja þarna hver í kappið annan og hann heldur áfram stund en sér svo að hann komst ekki lengra og kannski orðið smeykur við háaðan í okkur þegar við vorum orðnir þetta skelkaðir. Svolítið hann skellti bátnum í gang aftur og sigldi tilbaka og sigldi að Öldubrjótnum sem nyrsta bryggjan á Siglufirði þar sem að togararnir lenda eða leggja að og henta okkur þar upp og leið og við klifruðum upp á bryggjuna þá segir hann þið steinhaldið kjafti yfir þess annars drepi ykkur og við náttúrulega hlupum heim og sögðum ekki neitt við hvorn annan og ég hef ekki sagt neitt yfir þessu þetta var bara eitthvað sem að maður þagði yfir og þetta rifjaðist svo í raun og veru ekki upp fyrir mér fyrir en bara mörgum tugum árum seinna ætlaði ekki verið kringum 88, 89, 28 árum seinna þegar ég sé viðtal eða fréttaskýringu í sjónvarpinu með mynd af Steingrími Njálssyni að ég þekki andlitið og þá náttúrulega snarbrá mér og það svona þyrmdi yfir mig og
sagði við kona mína að ég hef lent í þessu manni. Og það svona eftir það sem ég fer að rifja þetta upp og svona átta mig á því náttúrulega hvers konar atburður þetta var. Og í raun og veru, þó hann hafi ekki gengið lengra en þetta, þá var þetta náttúrulega ansi alvarleg ógnun við þetta 7-8 ára stráka. Ég var nýbúinn að læra að synda og þegar hann stóð í þessu að velta bátnum svona, þá var ég einmitt að hugsa það, sko, skildi ég hafa það í land þarna, hvað langt í land? Þannig að það var greinilega alvöru ógnun sem fylgdi þessu. Steingrímur kannast ekki við að hafa reynt að beita Tómas og frænda hans kynferðislegu ofbeldi. 1960? Nei, ég man ekki því og þetta er bara, þetta er kjaftari. Steingrímur byrjaði snemma að neyta áfengis og braust nokkrum sinnum inn á Siglufirði. Hann var fyrst sóttur til saka fyrir árás í Reykjavík 1958 og í kjölfarið komst hann í kast við lögin vegna þjófnaða og ölvunaraksturs. Kynferðisafbrotaferill Steingríms var hins vegar að hefjast fyrir alvöru og dómar sem hann hefur fengið fyrir kynferðisofbeldi segja sína sögu. Mars 1962. 11 ára blaðburðardrengur í Reykjavík varð á vegi Steingríms Njálssonar sem bauð honum upp í bíl til sín og bað hann að vísa sér til vegar í borginni. Drengurinn lét tilleiðast og settist upp í. Steingrímur ók hins vegar upp í Gufunes og réðst þar á drenginn. Hann varðist eftir föngum en í átökunum náði Steingrímur buxunum niður hann í bílsætinu, lamdi hann tvívegis í andlitið og sló höfði hans utan í bílhurðina. Drengnum tókst síðir að opna hurðina og komast undan. Steingrímur játaði á sig árásina. Hann sagði að þarna hefði gert vart við sig kynferðislegt óeðli sem kæmi yfir sig stundum. Desember 1962. 10 ára drengur var að bera út blöð á Seltjarnarnesi þegar Steingrímur Njálsson fékk hann inn í bíl til sín undir því yfirskinni að hann þyrfti að fá lánað blað hjá honum. Þegar drengurinn vildi fara, réðst Steingrímur á hann, leysti niður hann buxurnar og hélt honum föstum í framsætinu meðan hann nauðgaði honum. Steingrímur sleppti drengnum en skipaði honum að þegja það sem gerst hafði. Steingrímur viðurkenndi brotið við yfirheyrslu. Desember 1962. 11 ára drengur var að leik í húsi á Seltjarnarnesi þegar Steingrímur fékk hann til að koma út með sér í ökuferð. Þegar komið var út á Grandaveg, fékk drengurinn að keyra sjálfur, en skömmu síðar skipaði Steingrímur honum að stöðva bílinn. Hann leysti því næst buxurnar niður drenginn, lagði hann á bakið og nauðgaði honum, þrátt fyrir að drengurinn berðist Steingrímur gekkst við brotinu að mestu. Mars 1963. 11 ára drengur á Seltjarnarnesi var úti að leika sér með 3 öðrum strákum. Hann fór ekki heim leið og þeir vegna þess að hann var nokkra stund að opna lásinn á hjólinu sínu. Steingrímur kom þá akandi og bað drenginn að sýna sér stað í nágrenninu. Hann lét tilleiðast en þegar komið var á áfangastað réðst Steingrímur á drenginn. Hann braust og beit Steingrím en honum tókst að hafa mök við drenginn með því að setja hann niður á 4 fætur. Drengurinn rópaði á hjálp og grét en enginn var nálægt til að hjálpa honum. Steingrímur játaði brot sitt að mestu. Nóvember 1963. 11 ára drengur í Keflavík var úti að leik ásamt 3 félögum sínum þegar Steingrímur ók upp að þeim. Hann spurði hvort einhver þeirra vildi skjótast með sér til Njarðvíkur. Drengurinn féllst á að koma með eftir að Steingrímur lofaði honum að hann mætti keyra sjálfur. Leið tvímenningana lá suður fyrir Hafnir þar sem drengurinn fékk að aka bílnum en Steingrímur satt undir honum. Ökuferðin endaði í rauðmalargryfjum skammt frá þar sem Steingrímur stöðvaði bílinn. Hann neyti drenginn til að setja buxurnar niður á ökkla en lagði hann því næst á grúfu yfir framsætið í bílnum og nauðgaði honum. Steingrímur játaði á sig verknaðinn að mestu. Dómur í héraði, nóvember 1963.
15 mánaða fangelsi fyrir 2 kynferðisafbrot og 5 þjófnaðarbrot. Steingrímur neitar því núna að hafa framið þessi brot sem hann játaði þó flest á sig á sínum tíma. Ég neita því. Vegna þess að minnst í einu tilfelli var það þannig að mér var að hóta því að þú bara verður inni þangað til þú játar og gerir undirskrifa það sem við erum búin að skrifa. Og þá á ég við spillta lögreglumenn. Þá voru búin að skrifa skýrsluna og ef ég játaði ekki og skrifaði undir hana, þá átti ég bara að dúsa. Sumar 1963. 13 ára drengur var niðri við höfn í Keflavík að kveðja föður sinn sem var að fara út á sjó. Steingrím var þá að og spurði hvar hafnarsalernið væri. Drengurinn sagði honum það, en Steingrímur bað hann að fylgja sér þangað. Þeir fóru báðir inn á eitt salernið, þar sem Steingrímur réðst á drenginn og nauðgaði honum. Desember 1963. 2 drengir í Keflavík, 11 og 13 ára, voru úti að leika sér þegar Steingrímur fékk þá til að fara með sér niður að höfn. Þegar komið var að hafnarsalerninu, fékk hann drengina með sér inn. Steingrímur vildi sjá kynfæri þeirra, en þeir neituðu. Hann skipaði þá eldri drengnum að fara út, en gaf þeim yngri peninga, þreif til hans og nauðgaði honum inni á einu salerninu. Drengurinn sem Steingrímur skipaði að fara út var sá hinn sami og hann nauðgaði þá sumarið á hafnarsalerninu. Steingrímur var handtekinn og gekkst það mestu við báðum brotunum. Núna, tæpum 40 árum síðar, kannast hann ekki við að hafa beitt þessa 2 drengi kynferðislegu ofbeldi. Þetta var kynferðisofbeldi? Nei, ég hafði harðlega neitað því. Ég hef ekki beitt neinum einasta manni kynferðisofbeldi. Dómur í héraði desember 1964. 1 árs fangelsi fyrir kynferðisafbrot og ölvun við akstur. Sviptur ökuleyfi í 10 mánuði. Í dómi héraðsdóms segir: þykir rétt að ákveða í máli þessu að ákærðum sé skylt á refsitímanum að hlíta á sjúkrahúsi þeirri læknismeðferð sem fangelsislæknir telur nauðsynlega eða heppilega vegna hins kynferðislega misþroska hans. Steingrímur gekk til geðlæknis tíma í kjölfar dómsins, en sú meðferð stóð stutt og virðist hafa lognast út af þar sem Steingrími fannst hún ekki bera árangur. Dómur í héraði, ágúst 1966. 15 daga varðhald fyrir brot á áfengislögum og umferðarlögum. Sviptur ökuleyfi, ævilangt. Dómur í héraði, febrúar 1967. 4 mánaða fangelsi fyrir þjófnað og brot gegn umferðarlögum og áfengislögum. Sviptur ökuleyfi, ævilangt. Dómur Hæstaréttar, febrúar 1968. 6 mánaða fangelsi fyrir ölvun og ólæti í einkaflugvél. Steingrímur dæmdur til að greiða flugmanninum bætur fyrir að stofna lífi hans og heilsu í augljósa hættu. Dómur í héraði, janúar 1968. 4 mánaða fangelsi fyrir fjársvik og brot gegn umferðarlögum og áfengislögum. Sviptur rétti að öðlast ökuleyfi ævilangt, hegningarauki. Dómur í héraði, september 1970. 30 daga fangelsi fyrir ölvun við akstur. Dómur í héraði, júlí 1972. 8 mánaða fangelsi fyrir ýmis hegningalagabrot og brot gegn umferðarlögum og áfengislögum. Dómur í héraði, mars 1974. 3 mánaða varðhald fyrir nytjastöld, ölvun og réttindaleysi við akstur. Sviptur ökuleyfi, ævilangt. Dómur í héraði, júní 1975. 30 daga varðhald fyrir ölvun við akstur, hegningarauki. Nóvember 1977. 9 ára gamall drengur var fyrir utan biðskýlið á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði þegar Steingrímur ók fram á hann og bað hann að hjálpa sér að finna öskuhaugana. Drengurinn settist upp í bílinn, en Steingrímur ók fram hjá haugunum. Hann stöðvaði loks bílinn, neyddi drenginn til að taka niður sig buxurnar og nauðgaði honum í aftursætin. Steingrímur játaði brot sitt að mestu. Hann neitar því hins vegar í dag. Ekki að minni hendi. Ég harðlega mótmæli því. Júlí 1978.
12 ára drengur átti leið fram hjá Hótel Hveragerði að morgni til þegar Steingrímur fékk hann til að koma með sér inn á herbergi í húsinu Bóli sem tilheyrði hótelinu. Steingrímur kom í veg fyrir að drengurinn kæmist út, dró buxur hans niður á hæla og þuklaði á kynfærum hans. Steingrímur reyndi að nauðga drengnum og beitti hann kynferðislegu ofbeldi af öðru tagi. Þessi brot viðurkenndi Steingrímur að verulegu leyti. Dómur í héraði október 1978, 2 ára fangelsi fyrir 2 kynferðisafbrot. Dómur í héraði desember 1980, 3 mánaða varðhald fyrir ölvun og réttindaleysi við akstur. Dómur í héraði maí 1981, 3 mánaða varðhald fyrir ölvun og réttindaleysi við akstur. Dómur í héraði júní 1981, 30 daga varðhald fyrir ölvun og réttindaleysi við akstur. Dómur í héraði október 1981, 3 mánaða fangelsi fyrir ölvun og réttindaleysi við akstur. Dómur í héraði nóvember 1981, 30 daga varðhald fyrir ölvun og réttindaleysi við akstur, hegningarauki. Dómur í héraði febrúar 1982, 3 mánaða fangelsi fyrir ölvun og réttindaleysi við akstur. Dómur í héraði júní 1982, sakfelldur fyrir ölvun og réttindaleysi við akstur, ekki dæmd refsing. Janúar 1985. 10 ára drengur varð á vegi Steingríms í andirinu á veitingastaðnum Brauðbæ í Reykjavík. Steingrímur þuklaði drenginn og kyssti. Drengurinn sagði að Steingrímur hefði boðið sér upp á hótelherbergi en hann neitað. Steingrímur hefði þá hindrað sig í því að komast burt en síðan leyft sér að fara. Steingrímur játaði að hafa áreitt drenginn, hvast hafi verið drukkinn en ekki haft neitt afbrigðilegt í huga. Hann neitaði að hafa boðið honum upp á hótelherbergi. Apríl 1985. 13 ára drengur var í sundi í Sundhöllu Reykjavíkur þegar Steingrímur gaf sig á tal við hann í lauginni. Steingrímur elti piltinn í sturtu og beitti hann síðan kynferðislegu ofbeldi í búningsklefa, þuklaði meðal annars á kynfærum hans. Drengurinn reyndi að komast undan en Steingrímur hélt honum og ýtti honum inn í fataskáp. Pilturinn þekkti Steingrími í myndasafni lögreglunnar, hann var handtekinn og játaði brot sín að mestu. Gunnar Hrafn Birgisson, sálfræðingur, þekkir vel afleiðingar kynferðisafbrota. Það eru mjög miklar afleiðingar sem að kynferðislegt ofbeldi hefur fyrir þolendur og það er alltaf að koma betur og betur í ljós hversu margvíslegar og alvarlegar þessar afleiðingar eru. Og þær geta komið í ljós löngu seinna eftir að misnotkun átti sér stað. Því að þessi börn þau sitja uppi með allskyns hugsanir og hugmyndir sjálf sig, tilveruna og annað fólk og samskipti út frá þessari reynslu. Og þau eru að burðast með þetta og svo smátt og smátt þá verða þessar hugmyndir þeim mjög íþyngjandi. Þetta eru hugmyndir það að maður sé ekki nógu góð manneskja, maður sé einhverju leyti verri heldur en aðrir vegna þess að maður lenti í svona reynslu. Þetta eru hugmyndir það að misnotkun hafi verið sjálfum manni að kenna, að maður hlyti hafa geta komið í veg fyrir þetta. Og þetta eru hugmyndir það að maður sé svo mikið skattaður sem manneskja eftir slíkt að maður muni aldrei verða heill eða geti nokkuð tíma orðið heill á ný. En það sýnir sig að því fyrr sem fólk fær hjálp þegar svona gerist, þegar verður fyrir misnotkun, börn fá hjálp, að þá er hægt að koma í veg fyrir mjög mikið af þessu. Og sérstaklega er mikilvægt að foreldrar hafi skilning þegar að börn verða fyrir svona, að þau trúi barni sínu og hlúi að því og gefi því skilaboð það að barnið sé saklaust. Það hafi ekki verið því að kenna og að barnið sé gott og hreint og hægt að samþykkja barnið 100% og elska það þrátt fyrir að það hafi orðið fyrir þessari reynslu. Maí 1986. 13 ára drengur í Reykjavík kom snemma kvölds til Steingríms til að rukka fyrir áskrift að dagblaðinu. Steingrímur, sem var fáklæddur og undir áhrifum áfengis, bauð drengnum inn. Hann sagðist ekki eiga fyrir áskriftinni, en vildi að pilturinn sæti áfram og rabbaði við sig. Þegar drengurinn vildi komast burt,
varnaði Steingrímur honum útgöngu og nauðgaði honum. Dómur í héraði, maí 1986, 3 mánaða fangelsi fyrir hegningarlagabrót. 27. september 1986 birtist í Morgunblaðinu grein eftir Svölu Thorlacius, hæstaréttarlögmann, þar sem hún fjallaði sakaferil Steingríms Njálssonar og krafðist þess að hann yrði vanaður. Aðdragandinn að því að ég skrifaði þessa grein var sá að þá kom til mín hjón sem áttu dreng sem var í blaðaútburði og hann hafði lent í því að Steingrímur Njálsson, hann tældi hann inn í íbúðina hjá sér og nauðgaði honum, hélt honum þar í föngnum í held ég 2 klukkutíma og það þarf náttúrulega ekki að lýsa hvað áhrif það hafði. Þessi hjón kom og báðu mig að hjálpa sér og hjálpa drengnum og að vekja athygli á þessum máli vegna þess að þau hefðu heyrt að þetta væri margdæmdur kynferðisafbrotamaður og þau vildu gjarnan gera sitt til þess að stuðla að því að hann sem sagt komið væri í veg fyrir hann áreitti og misnotaði fleiri börn. Það verður raun fáheyrt á þessum tíma að afbrotaferill eins manns væri rakinn með þessum hætti og hvað þá að birtar væru lýsingar á alvarlegum kynferðisbrotum. Það hafði ríkt svo mikil þögn þessi mál. Þessi mál hafði verið svo mikil tabú. Fólki fannst svo mikil skömm að lenda í þessu. Því fannst svo mikil skömm ef að börnin þeirra lentu í þessu að það bara taldi rétt að þagga þetta niður. Og ef maður til dæmis lítur á yfirvöld að það má kannski segja að þau hafi verið lítið betri. Krafa Svölu að Steingrímur yrði vanaður vakti miklar deilur. Hvað afkynjun snertir, þá skiptir vitanlega höfuðmáli hvernig afstaða þessara manna sjálfra til brota sinna, hvort að þeir eru sjálfur tilbúnir til að gangast undir einhverja meðferð. En þegar þetta eru harðsvíraði menn sem hafa, eins og þessi maður var, sem hafa marg ítrekað sín brot og finnst ekkert athugavert við það sem þeir hafa gert. Og þá náttúrulega fyrirsjáanlegt að þeir munu halda áfram uppteknum hætti. Og hvað þá til ráða? Mér fannst þetta vera eitthvað, þarna lagaheimild var og ennþá lagaheimild fyrir hendi til að gera þetta. En þarna náttúrulega spruttu upp fjölmargir mannréttindapostular þegar þessi krafa mín kom fram sem að töldu það að þarna veru mannréttindi mjög brotin á þessum manni og á þessum einstaklingum. Og náttúrulega maður spyr sjálfan sig eins og margir spurðu þá. Hver eru mannréttindi barnanna og fjölskyldna þeirra? Þær vita mála út allt land, þá er fjöldi fólks, fjöldi hjónabanda, fjöldi heimila sem hefur verið lagður í rúst vegna aðgerða þessara manna. Viðbrögð Steingríms eru þessi þegar hann spurður þá kröfu að hann verði vanaður. Já, mér náttúrulega, þú hafði ekkert að spyrja því, þú leitar nú það ekki gert þér fyrir því alveg sjálfur. Það er ekkert að spyrja svo síðan. Hallvarður Einvarsson, ríkissaksóknari, ákvað að leggja ekki fram kröfu að Steingrímur yrði vanaður. Embættið taldi hvorki efnis né lagarök til að leggja kröfuna fram. Ég var auðvitað mjög ósátt við það, mjög ósátt. Já, ég náttúrulega á móti svo blóðugri aðgerð ef hægt að ná líklega jafngóðum árangri með því að gefa lyf. Hvað áttu við með blóðugur Kyndeyfandi lyf, já, menna vönu, það er náttúrulega, það er gelding og ég held að það sé nú svona manneskjulegri meðferð og fellur betur að okkar svona siðum að staðan fyrir að taka fólk til uppskurðar að frekar þá að reyna að bæta þennan vanda með lyfjum. Það breytir ekki heilanum. Heilin náttúrulega það sem aðalega stýrir hegðun manna og það eru hugsanir sem þær eru að verki sem að svo hafa áhrif á kynhormónin og þess vegna
ef við tökum mann og við bara vönum hann og að það gegn hans vilja, til dæmis, að þá getum við ekki verið viss það að viðkomandi sé ekki bara hreinlega hættulegri og eftir. Þegar það bætist við að hann sé reiður yfir því að hafa verið settur í svona aðgerð og jafnframt með svona þessar hugarfarslegu brenglanir sem hann hafði fyrir og kynhvatir aðrar, kynhvatirnar þær hverfa ekki bara við vönun og það eru fleiri leiðir til þess að það eru margar leiðir til þess að misnota börn kynferðislega. Það þarf ekki, við erum ekki bara að tala kynferðislegt samræði, það eru margar aðrar leiðir sem hægt að fara. Svala Thorlacius segir að yfirvöld hafi lítið gert í kynferðisafbrotamálum á þessum tíma og mörg hafi aldrei komið upp á yfirborðið. Það er náttúrulega ljóst að fjöldi þessara mála var aldrei kærður og ég man eftir því að það hringdu í mig 2 karlmenn sem að Steingrímur hafði misnotað sem drengi og það hafði aldrei verið gert neitt í því máli og þeir sögðu mér sögurnar af því hvernig Steingrímur hefði misnotað það og það var aldrei gert neitt. Steingrímur Njálsson hótaði líka Svölu. Já, Steingrímur hringdi til mín okkur sinnum að næturlagi. Hann að vísu kynnti sig ekki en ég taldi nú litla líkur að hver maður væri og hann hótaði að slátra börnunum mínum og slátra mér og ýmsar aðrar útgáfur af hótunum sem ég fékk. Svala ákvað að hætta að taka að sér mál fórnarlamba kynferðisofbeldis og hefur ekki gert það árabil. Þessum málum fylgir mjög mikið áreiti og ónæði á heimili og það gekk hjá mér síminn alla daga og nætur og jólum og gamla ársdag og hvenær sem var og þegar ég var búin að hafa með þennan málaflokk að gera í nokkur ár þá bara hreinlega tók ég ákvörðun að hætta því og ég held að svo ákvörðun hafi verið tekin á aðfangadagskvöld. Viku eftir að grein Svölu birtist í Morgunblaðinu birti DV mynd af Steingrími. Myndbirtingin vakti mikla athygli. Við ákváðum að birta mynd af Steingrími vegna þess að við töldum hann hættulegan umhverfi sínu. Við vildum sýna fólki hvernig maður leit út svo það geti varað sig á hann. Það var okkar mati tímalaust rétt ákvörðun að birta þessa mynd og það kom í ljós síðar, nokkrum árum síðar raunar, þegar að kona nokkur sá Steingrím fara með ungan dreng inn til sín og hún bjargaði barninu eftir þessa myndbirtingu. Það var sönnun þess að við höfðum gert rétt. Fyrir nokkrum misserum ákváðu bresk síðdegisblöð að birta nöfn dæmdra barnaníðinga. Blöðin hættu síðan að birta nöfnin, meðal annars eftir að meintur barnaníðingur þurfti að flýja heimili sitt í Portsmouth. Æstur múgur hafði ráðist á heimili hans og kveikt í bíl hans. Ég tel að við verðum að setja okkur í spor fólks þar sem að dæmdur og margdæmdur kynferðisafbrotamaður flytur í hverfi til þeirra og fólk sem á börn. Hvað á það að taka til bragðs? Myndum við ekki vilja vernda börnin okkar fyrir svona mönnum? Til þess að við getum gert það, þá verðum við að vita hvað þeir heita og við verðum að vita hvernig þeir líta út til þess að við getum sýnt börnunum okkar myndir af þeim og kenna þeim að forðast hann. Og ég sé ekki aðra leið til þess heldur en nafn og myndbirtingar. Ég tel það nauðsynlegt í þessum tilfellum. Steingrímur Njálsson hefur orðið fyrir árásum og áreitni vegna þeirra glæpa sem hann hefur verið dæmdur fyrir. Samfangar Steingríms hafa ráðist á hann. Kveikt var í sumarbústað sem hann bjó í við Rauðavatn og á Hvolsvelli gerðu börn og unglingar aðsúga að honum þegar það spurðist út að hann væri að gefa sig á tal við börn á staðnum. Hann flúði úr Skerjafirði þegar það spurðist út að hann byggi þar í gömlum strætisvagni og Steingrími var ekki vært í Færeyjum
þegar hann fór þangað. Í fyrrahaust gengu 2 unglingsdrengir í skrokk á Steingrími í miðbæ Reykjavíkur svo hann lá óvígur eftir. Í fyrrahaust þurfti hann að flýja þegar ráðist var á bíl hans þar sem honum hafði verið lagt við stýrimannaskólann. Hann hefur því verið hundeltur í gegnum tíðina. Sko ég náttúrulega get ekki, ég bara einn. Og ég kannski með allir þjóðunum út, en ég veit það ekki, ég vona ekki, en hitt að múla það virðist nú vera þannig á Íslandi að einn bela mígur, þá mig allir. Dómur í héraði, september 1986, 30 daga fangelsi fyrir 2 kynferðisafbrot og ölvunarbrot. Dómur í héraði, nóvember 1987, 2,5 árs fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn blaðburðardreng. Ég ját ekki nokkuð skapulegt á mig, ekki þetta brot 86. Það er bara tóm þvæl og vitleysa. Dómur Hæstaréttar, febrúar 1988, 9 mánaða fangelsi og viðeigandi hælisvist í 15 mánuði fyrir brotið gegn blaðburðardrengnum. Í dómi Hæstaréttar segir, brot þau sem ákært fyrir eru framin undir áhrifum áfengis. Ljóst að innilokun í fangelsi ein og sér hefur ekki haft þau áhrif á ákærða sem skildi og því mikilvægt að hann njóti nauðsynlegrar læknismeðferðar til þess að það reyna að vinna bug á áfengissýki sinni og þeim kynferðislega misþroska sem hann haldinn. Hæstiréttur sagði ekki nánar hvernig standa ætti að þessari meðferð en málið kom til kasta þáverandi landlæknis Ólafs Ólafssonar. Ég hef ekki sagt frekar það, hann leitaði bara aðstoðar og það var til þess að ég aðstoðaði við það að hann fór út í meðferð hjá Boga Melsteð yfirlækni á réttargeðlæknisdeild í Vesturvík í Svíþjóð og var þar tíma. Steingrímur dvaldist í Vesturvík í 8 mánuði frá því október 1988 fram í júní 1989. Það var nú bara gert svona til að fríða ekki okkar, bara alveg minningaldi, því það var að stjórna upplýst í þjóðfélaginu. Í Vesturvík voru Steingrími gefin lyf til að stöðva framleiðslu karlkyns hormóns og draga þar með úr kynhvöt. Já, samkvæmt því sem Bogi sagði mér þá skilaði þetta góðum árangri og hann var ánægður með meðferðina. Það var til að kalla það, en það var ekki neitt, þetta var bara sýndarmennska og ekkert annað. Steingrímur hélt ekki lyfjameðferðinni áfram þegar heim var komið. Hart var lagt að honum að hefja meðferðina á nýjan leik, en svo virðist sem Steingrímur hafi streyst á móti því. Hann hafnaði aftur í fangelsi, en dvaldi reyndar í stuttan tíma á réttargeðdeildinni á Sogni. En hvað mætti þá Steingrími við heimkomuna? Já, hvað mætti Steingrími? Það var nú fyrst og fremst fjölmiðlar sem fylgdust hverju skrefi og hvort að menn voru bara með menn á launum til að elda hann uppi og náttúrulega síðan ef eitthvað bar út á þá var það lögreglan. En það mætti honum ekki það sem við myndum segja meðferðar möguleikar mætti honum ekki. Það var að segja það. Meðferðar möguleikar mætti honum ekki. Megin markmið með meðferð á kynferðisbrotamönnum er að koma í veg fyrir að þeir fremji brot aftur. Þetta er aðalega gert til þess að vernda samfélagið fyrir hegðun þessara manna. Það er meginmarkmiðið og síðan eru önnur undirmarkmið í þessu sem eru það að reyna að hjálpa þessum mönnum til þess að lifa svona félagslega heppilegra lífi, að eiga betri samskipti við fólk og svona geta aðlagast þjóðfélaginu. Sumir hafa þann misskilning að meðferð á kynferðisbrotamönnum sé eitthvað svona þægilegt spjall yfir kaffibolla, en það er langt frá því að svo sé. Þetta er í svona meðferð þá er verið að draga menn til ábyrgðar. Það er verið að neyða þá til þess að virkilega hugsa afleiðingar þess sem að þeir gerðu og neyða þá til þess að setja sig í fótspor fórnarlambana og kenna þeim að finna til með öðru fólki í því sambandi
og þannig er komið mjög nærri þessum mönnum að þessu leyti og þeir verða lítið í eigin barm og það þykir þeim mörgum mjög óþægilegt. Þeir hafa aldrei lent í slíkri stöðu og það er oft miklu óþægilegra að fara í gegnum slíka meðferð sem að ristir svona djúpt persónulega heldur en það að vera í fangelsi. Fangelsi er að mörgum leyti fyrir þess að menn ekki svo óþægilegt að eyða þar vissum tíma og svo maður búið með sinn tíma og komið svona synda aflausn. En þegar þetta tvennt fer saman, að bæði það að þurfa að gangi gegnum fangelsun og fara í gegnum svona meðferð, að þá er það miklu, rannsóknir sýna það að líkurnar á því að brot endurtaki sig eru mun minni. Febrúar 1990. Þannig er að dóttir mín var að koma til mín og hún sá sem sagt Steingrím labba með drenginn inn í húsi og hún þekkti hann þegar hún sá hann eftir mynd sem hún hafði séð í dagblaðinu, það var sér langt síðan. Kom miður sín yfir til mín og fór að tala um þetta að hann hefði verið að fara þarna með lítinn dreng inn í þetta hús þarna á horninu. Svo ég fór beint í símann og hringdi á lögregluna og spurði þá hvort það gæti verið þessi maður Biggi þarna og bað þá ef þeir fyndu þá út að koma strax því hann hefði verið að fara með bad þarna inn. En svo fannst mér það nú ekki nóg eiginlega að bíða eftir henn lögreglunum, maður veit ekki hvað það getur tekið langan tíma. Þar af leiðandi ákvað ég bara að hlaupa sjálf út og hringdi þarna á bjöllum. Og Steingrímur kom fram á stigapallinn á efri hæðinni og ég þekkti hann um leið og ég spurði hann hvað hann héti og hann gaf mér upp nafn sitt. Ég rauk á eftir honum upp stigann og inn og mér sýndist að aðstæður væri þannig, hann hefði ekkert, en það var svo skammur tími liðinn frá því að dóttir mín kom og ég var komin þarna út, 2-3 mínútur. Konan sagði við yfirheyrslu á lögreglu að þegar hún kom inn í íbúðina hefði drengurinn verið upp í sófa á nærbuxunum og þær hefðu verið dregnar niður á miðjan rass. Steingrímur sagði henni að buxur drengsins væru orðnar þurrar. Konan klæddi drenginn og fór með hann út og reyndi Steingrímur ekki að koma í veg fyrir það. Drengurinn var færður til móður sinnar og virtist miður sín. Steingrímur var handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hann hefur aðra sögu að segja en konan. Þetta er 6 ára gamall drengur og búinn að koma þarna oft til okkar. Ég var með bílinni þarna, ég var ofta að grúska í honum og hann var að vappa þarna svona og svona bla bla eins og allt í lagi með það. Búinn að koma þarna oft til okkar, við vorum 3 þarna, já, með efri íbúðina á Skarphéðsgötu 16. Svo eitt skipt er að koma og þá keyri ég eftir Gunnarsbrautinni vegna þess að ég ætlaði að leggja bílinn eins og ég gerði en gat það ekki vegna þess að hann var búið að hefla götuna og reiða stjónum upp á gangstíg. Þannig ég var að finna mér annan stað til þess að gefa bílinn. Svo þegar ég kem að svona og gengur á bílinn að læsa og heyri ég bara kallað hæ, þú sást mig ekki. Og ég líti við, þá var það litla greið komið þarna. Og ég segi svona eitthvað við hann, ætlar að koma inn? Já. Svo trítlar hann eftir mér. Og svo þegar við komum upp, þá segi ég hann er bara hundblautur. Og ég segi svona, hvað er svona blautur? Já, það voru stóri strákar að rekkja mig, henda mér hann í poll. Og hann hefði lykil hálsinn, mamma vinna út á Sögu og pabbi á Sjóu Sandgerði. Og nú spyr ég, ég náttúrulega spurði hana á ekki þurrka þetta. Jú, hann fer úr utan yfir buxunum. Hann var í úlpu, lambhúseppu, með vettling eða lúffur eða eitthvað, ég maður ekki, ég setti þetta á ofninn og svo bara sat hann þarna og sko bara rólegur. Ég gaf honum eitthvað að drekka þarna, kakó eða kókó eða eitthvað og hann sjálfur var að hella upp á körfuna.
Steingrímur heldur því fram að konan sem sótti drenginn til hans hafi orðið margsaga í framburði sínum. Þessu til stuðnings bendir hann á framburðarskýrslur konunnar hjá lögreglu og fyrir dómi þar sem sjá megi hvernig hún hafi breytt sögu sinni, meðal annars klæðnað drengsins. Drengurinn sjálfur segist lítið muna eftir því sem gerðist. Hann fullyrti við sálfræðing á sínum tíma að Steingrímur hefði ekkert gert sér, en sálfræðingurinn áleit að drengurinn gerði sér grein fyrir að hann hefði tekið þátt í einhverju röngu og óæskilegu. Man kannski stundum fengið orðið að vera afskiptasamur, en ég held að ég vildi gjarnan að einhver manneski yrði svona afskiptasöm með mín barnabörn til dæmis ætti í hlut. Þannig að ég held ég myndi bregðast alveg nákvæmlega eins við. Dómur í héraði, júní 1990, 18 mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot í Skarphéðinsgötumálinu. Dómurinn áleit að Steingrímur hefði verið að fullnægja afbrigðilegri kynhneigð sinni með því að afklæða drenginn. Honum hlyti að vera ljóst að afskipti hans af ungum drengjum kölluð á viðbrögð hins almenna borgara. Þá var sagt við mig að ég hefði ekki gerst brotlegur heldur sýnt dómgreindarleysi. Það var það sem var sagt við mig. Sýndur þú dómgreindarleysi? Já, ég veit það ekki. Dómur Hæstaréttar, nóvember 1990. 1 árs fangelsi fyrir kynferðisbrot í Skarphéðinsgötumálinu. Hæstiréttur sakfelldi Steingrím fyrir kynferðisbrot en taldi ekki sannað að drengurinn hefði orðið hræddur í íbúðinni. Hann hefði ekki hlotið skaða af því sem gerðist, samkvæmt frásögn móður hans og sálfræðings. Janúar 1995. 28 ára þroskaheftur karlmaður kom heim til sín í miklu uppnámi eftir að hann var hjá Steingrími Njálssyni í sumarbústað við Rauðavatn. Manninum sagðist svo frá að Steingrímur hefði klætt sig úr fötunum, farið höndum kynferði sín og reynt að afklæða sig, en ekki tekist það. Þegar hann vildi komast út, sagði hann að Steingrímur hefði reynt að hefta för sína, en honum hefði tekist að rífa sig lausan og komast undan. Steingrímur var kviknakinn þegar lögreglan knúði dyra hjá honum í sumarbústaðnum. Samfestingur þroskahefta mannsins með skilríkjum hans fannst við leit í bústaðnum. Steingrímur kvaðst algjörlega saklaus af því að hafa beitt unga manninn kynferðislegu ofbeldi eða reynt að hefta för hans. Móðir hans sagði hins vegar að hann hefði komið heim blautur, grátandi og titrandi eins og hrísla. Já, það er þetta að segja ýmislegt, en hitt að það er ekki af mínum völdum. Aftur á móti geta kannski vel verið að hann hafi farið eitthvað út og lokast hurðin. Það er möguleiki. Ekki komast inn. Þess að hann var í einhverjum kuldagal hérna, hann var hitt inn í það. Ég menna það er svo margt sem getur komið inn í þetta og... Dómur í héraði, júní 1995. 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn þroskaheftum manni. Sekt Steingríms þótti sönnuð með framburði þolandans, móður hans, læknis, lögreglu og fleiri. Dómur í héraði, mars 1999. 6 mánaða fangelsi fyrir 3 ölvunarakstursbrot. Dómur Hæstaréttar, október 1999. 6 mánaða fangelsi fyrir ölvunarakstur. Dómur í héraði, febrúar 2000. 200.000 króna sekt fyrir að hafa barnaklám undir höndum. Dómur í héraði, júní 2001. 3 mánaða fangelsi fyrir ölvunarakstur. Dómur Hæstaréttar, nóvember 2001. 3 mánaða fangelsi fyrir ölvunarakstur. Steingrímur neitar því ekki að afbrotaferillinn sé orðinn æði langur. Já, ég hugsa þessi dóma sem alltaf er að tala fólk er að tala eða kannski í dómstólinn, hún að fá þetta marga dóma. Nú, ég býst alveg við að ég er bara metið, það er búið að heyra það mig 60 sinnum fullur á bíl. Og það segir nú sitt. Alvarlegustu glæpir Steingríms Njálssonar eru hins vegar kynferðisbrotin. Það er mjög sorglegt að þurfa að glíma við sama brotamann í þessum brotaflokki ítrekað og koma hann á bak við lás og slá, það er rannsakamáli hendur honum, þannig að það náist fram dómur í hans máli og það tekur á lögreglumenn að vera sífellt með sama fólkið. Hefur þú sjálfur rannsakað mál Steingríms Njálssonar? Ég hef komið að rannsaka máli Steingríms Njálssonar, já. Hvernig kemur þið fyrir sjónir? Hann er svo sem ekkert öðruvísi heldur en aðrir, en ég vil nú ekki ræða hans persónu eða einstakling sérstaklega í þessu sambandi.
Steingrímur telur að dómstólar hafi oftar en einu sinni beitt sig órétti. Staðfest að hann var dæmdur tvisvar fyrir sama ölvunarbrotið á 7. áratugnum á Siglufirði og í Reykjavík. Steingrímur fór í skaðabótamál gegn ríkinu og vann það árið 1971. Hann fekk 35.000 krónur í bætur. Árið 1992 féllst líka héraðsdómur Reykjavíkur á að Steingrímur hefði ólöglega verið hnepptur í gæsluvarðhald. Hæstiréttur dæmdi í mars 1995 25 ára gamlan karlmann í 9 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðisbrot. Sú ákvörðun að skilorðsbinda dóminn var ekki síst byggð á því að ákærði hafði verið sjálfur fórnarlamb Steingríms Njálssonar þegar hann var unglingur. Sálfræðingur komst að þeirri niðurstöðu að það hafi vafalaust markað djúp spor í sálarlíf ákærða að Steingrímur beitti hann kynferðislegu ofbeldi. Maðurinn hefði ekki fengið viðeigandi andlegan stuðning. Það orðið mjög vel þekkt að mjög stór hluti kynferðisbrotamanna hefur orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða misnotkun í æsku. Það er mjög vel þekkt. Hins vegar má passa sig að við erum ekki að segja með því það þýðir að engan veginn að það að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi sé orsökin fyrir því að menn verði gerendur. Þetta er einn af mörgum þáttum sem skapar þarna áhættu, en langflestir sem eru þolendur verða aldrei gerendur. Ég vil alveg undirstrika það, og það að verða þolandi er hvorki nauðsynlegt eða nægjanlegt skilyrði fyrir því að menn fremji nokkuð tíma brot. En það er hins vegar og það þekki ég vel að þegar að menn verða fyrir kynferðislegri misnotkun í æsku og fá enga hjálp til að eiga við það, að þá og svona leiðrétta þær hugmyndir sem komið inn hjá börnum við þær aðstæður, að þá er mjög skiljanlegt að það leiði til þess að þeir hafi brenglaðar hugmyndir kynlíf í framhaldinu. Og trúi ég því jafnvel að þetta sem þeir gengu í gegnum, og það þekki ég líka, hafi verið bara eðlilegt. Svoleiðis sé bara lífið. Það er ekki fyrr en þeir reka sig á, svo seinna meir, að þeir áttuðu sig á því að þetta er ekki hið eðlilega. Sjálfur sagði Steingrímur einu sinni fyrir dómi að fullorðinn maður hefði leitað eftir kynferðismökum við sig þegar hann var 11 ára. Þetta er nú hluti sem ég eiginlega vil ekki svara. Það við skulum ekkert vera að það þau mál, enda líka vorum að taka út á skrá. Steingrímur kannast hins vegar við annars konar kynferðisofbeldi sem hann telur sig hafa orðið fyrir í æsku. Það var þannig að ég var í sveit, norður í Skagafirði. Það er 9 ára gamall. Hann kannski óþur að segja hvar, en það var þannig að koma það stelpur á sínum tíma. Ég var hjá Hekkju sem var þarna. Og eitthvað tengdar henni og þær fengu að gista þarna og önnur, það var lítið svona, rúm. Og önnur var látin sofa á mér. Svo nóttan og vaknaði við það að hún búin að tróða höfðun á mér milli hóta sinna. Og ég nú bara að segja eins og að ógeðslegri lykt og hef ég aldrei nokkuð að finna æðum. Ef að þetta er ekki svolítið svona, þá veit ég hvað er þetta, hvað er kynferðisofbeldi. Ég er kannski bara svona að reyna að burðast við það að segja það sem ég er búinn að segja við ykkur. Það er engin fullkomin. Ég er ekkert að dæma þessa stúlku. Hún var kannski ekki nema 18-19 ára gömul. En það skiptir ekki máli. Ég ætla ekki að dæma hvort getur neitt. Þar með skulum sleppa þessu. Var þetta ekki erfið eða vond reynsla fyrir þig? Já, þú þarft ekki að spyrja þetta því.
Nú svona sleppa þessu. Já. Er þetta erfitt? Já, erfitt. Þetta er, já. Steingrímur hefur víða haldið til, búið í sendibifreið við Rauðavatn, verið í Tælandi, í Rangárvallasýslu, Skagafirði og flutti loks til Reykjavíkur. Þegar hann flutti í hverfið fannst það nágrönnum hans óhugnanlegt að hann byggi næsta nágrenni við leikskóla. Dómstólar hafa oft bent á að Steingrímur hafi verið undir áhrifum áfengis þegar hann framdi þau brot sem hann var sakfelldur fyrir. Þetta brenglast um dómgrindin. Þegar menn er búin að fá svo mikið áfengi, ég viðurkenni það. Það er ekki leitt til þess að þú hafi brotið gegn börnum mikið ástand? Nei. En alveg var hreinu með það. En sér þið eftir einhverju sem þú gert? Já, ég sé eftir miklu sem ég hef gert. Ég vildi óskuvel lifa þau aftur og breyta því. En hitt er hann mála að það er alveg á hreinu að ég hef ekki gert sekur gagnvart börnum og ekki fullorðnum heldur. Ekki að þessu sviði, en það má alveg hiklaust dæma mig á öðrum sviðum. Hvað finnst þér almennt Steingrímur kynferðislegt ofbeldi gegn börnum? Mér finnst það ekki eiga sér stað og ekkert kynferðislegt ofbeldi, hvort sem það er börnum eða fullorðnum. Þú sjálfur, hefur þú sagðir að þú sæir eftir ýmsu sem þú gert aðeina hverju sér eftir? Já, þetta er náttúrulega, þú getur alveg spurt sjálfan eins og mig. Nú er ég að spyrja þig. Já, ef ég geti lifað upp aftur þann tíma sem ég er búinn að lifa, þá myndi ég kannski, og með þá reynslu sem ég er búinn að fá, þá myndi ég alveg hiklaust nú að vera allt, bara hafa byggt allt upp öðru heldur en ég er búinn að gera. Hvað? Já, hvað þá? Það er nú kannski erfitt að koma orðum að því, en það er svo margt á bíla, það er ekki tölulega komandi. En þegar við drögum það saman þegar 10-15 drengir sem segja að þú hafi beitt á kynferðislegu ofbeldi, það getur ekki að allir þeir séu. Ég sagði við hérna síðast, þegar við vorum að tala saman, ég bæði bara að nefndu mig þá sem sko ég meina, ég sagði líka við þig, ég er ekki fullkominn. En ég hef aldrei, hvorki að vera að segja, bæði í blöðum, útvarpi og það er alveg sama hvar maður kemur, að maður hafi nauðgað og misnotað börn. Sko, ég vil bara spyrja fólkið að hafið þið lesið kannski gögnin? Áður þið farið að dæma mig? En ég meina, er það svo að það er ekkert sem að þú hefur verið dæmdur fyrir sem er rétt? Jú. En ég hef aldrei nokkuð þegar verið hérna, hvað að kalla það, barnanýðingur eða barnanauðgar annars slíkt. Það er alveg tónsmál að tala um þetta. Það má kalla um allt annað en það. Geturðu með góðri samvisku sagt það að þú hefur aldrei brotið af þér gagnvart barni með þessum hætti? Ég held það, já. En ekkert í þá átt einu sinni? Bentu mér á... Nei, ég segi nákvæmlega eins og þér. En ert þú haldinn kynferðislegri löngun til barna? Nei. Er engin ástæði fyrir því að það orð hefur af þér farið? Nei. Við ekki vænt börn. Afbrota og sakaferill Steingríms Njálssonar spannar nú í ársbyrjun 2002, 43 ár. Hann hefur verið dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn 14 fórnarlömbum, ungum drengjum og þroskaheftum mannum 30. Fleiri bera alvarlegar sakir á Steingrím, þó þeir hafa ekki kært brotin til lögreglu.
Steingrímur hefur samtals verið dæmdur til rúmlega 15 ára fangelsisvistar og ekki fengið reynslulausn hinn síðari ár vegna endurtekinna brota. Hann hefur því eytt 1/4 ævi sinnar bak við lás og slá. Mörg fórnarlamba Steingríms Njálssonar bera hins vegar sár sem aldrei gróa.